Góðan dag og velkomin á þennan 43. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra og ég ætla að fara yfir mætingu. Þessu mættur eru Eggert Valur sem hér stendur, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Brynhildur Sighvatsdóttir sem er hér í forföllum Viðars Þorsteinssonar og Þórunn Dís sem er væntanlega fundir bara hverju mínútu. Við erum fulltrúar A-lista, svo eru fulltrúar D-lista þau Eydís Indriðadóttir, Ingvar Pétur Guðbjörnsson og Björk Grétarsdóttir. Einnig situr fundin Jón Valgeirs og sveitarstjóri og Ösp Viðarsdóttir sem sér tæknimál. Þá ætla ég að kalla eftir hvort það er einhver athugasemdið útsent fundaboð. Svo er ekki. Þessu sinni er engin mál sem við þurfum að taka fyrir sem að hafa borist eftir að dagskrárboð fór út. Þannig að við förum bara í fyrsta lið sem er hefðbundið yfirlit sveitarstjóra eða oddvita. Og það komi minn hlut á þessu sinni að vera með smá yfirlit og það er auðvitað svona á milli funda, þetta er auðvitað svolítið svona matsatriði, það er mikið í gangi í sveitarfélaginu og alltaf svona matsatriði hvað maður á að vera að tala sérstaklega og hvað ekki og svo gleymist örugglega eitthvað og svo framvegis en allavega þá er þetta svona smá yfirlit yfir það sem er búið að vera í gangi frá síðasta fundi. Það hljóðar svo. Á síðasta fundi sveitarstjórnar var afgreiddur ársreikningur sveitarfélagsins vegna ársins 2024. Niðurstaða rekstrarins sýnir að staðan er sterk og sveitarfélagið vel í stakk búið að takast á við þær stóru framkvæmdir sem er í gangi. Haldið er áfram framkvæmdu við nýju skólabygginguna og miða verkinu ágætlega og er að mestu leyti í takt við tímaáætlanir. Framkvæmdu við gervigrasvöllinn er einnig samkvæmt áætlunum og var byrjað nú í þessari viku á jarðvegsframkvæmdu við að taka fargið af vellinum og jafnframt aðrar jarðvegsframkvæmdir er snúað undir byggingu vallarins fyrir gervigrasi sjálft. Gengið er út frá því að hægt verði að vígja völlin á töðugjaldahátíðinni seinnipartinn í ágúst. Vinnuskólinn tók til starfa 2. júní síðastliðinn og gert er ráð fyrir því að starfsemi verði með líku snið og undanfarin ár. Talsverð fjölgun er á krökkum í vinnuskólanum í ár. Það er eftir því tekið nú á fyrstu viku sumars hver krakkarnir eru áhugasöm og verði að segja að ég hef sjaldan séð jafnvel slegið og hirt eins og núna í sumar. Fjölmenningarráð hefur tekið til starfa eftir frekar langa meðgöngu. Við erum í okkar sveitarfélagi ríka fólki með ólíkan bakgrunn. Tilgangurum meðal annars með fjölmenningarráði er að stuðla að ráðgjöf og upplýsingagjöf og tengja saman ólíkan bakgrunn fólks og byggja enn frekar ofan á friðsamlegt fjölmenningarsamfélag í Rangárþingi ytra. En glæsileg fjölmenningarhátíð var haldin 10. maí síðastliðinn á Hvolsvelli með aðkomu fjölmenningarráða beggja sveitarfélagana. Ég ásamt fleiri kjörnum fulltrúum og sveitarstjóra áttum þarna góða stund á glæsilegri hátíð. Ungmennaráðið okkar fundaði 27. maí þar sem sveitarstjórnarfulltrúar voru þáttakendur. Þar voru rædd ýmis mál tengd málefnum ungmenna og hugmyndir ræddar. Fundurinn var bæði góður og gagnlegur fyrir alla. Ennþá eykst fjölbreytni í atvinnulífinu í sveitarfélaginu og eitt áhugavert verkefni sem er að fara af stað eru hugmyndir fyrirtækisins G-Best EHF sem hyggur á umfangsmikla skógarplöntuframleiðslu á 60 hekturum úr landi Gunnarsholts. Fyrirtæki hefur lagt fram deiliskipulagstillögu þar sem áætlað er að byggja skemmur, gróðurhús og annan húsakost sem þarf til framleiðslunar. Gert er ráð fyrir að starfsfólk sé að jafnaði 10 en alltaf 60 álagstímum. Það verður spennandi að fylgjast með hvernig þetta áhugaverða verkefni þróast. Þann 27. maí síðastliðinn afhentu konur úr kvenfélaginu Einingu á leikskólanum á Laugalandi og Laugalandsskóla veglegan fjárstyrk að upphæð 1 milljón hvorri stofnun. Frábært framtak á þessum ágæta félagsskap sem ber að þakka fyrir. Það er mikið í gangi í dreifbýlinu í sveitarfélaginu og nemendum fjölgar jafnt og þétt í báðum stofnunum á Laugalandi sem er mikið gleðiefni.
Opinn íbúafundur var haldinn í safnaðarheimilinu á Hellu þann 20. maí. Þar var kynntur ársreikningur sveitarfélagsins vegna síðasta árs, auk þess sem arkitektar frá Basalt arkitektastofu voru með kynningu á deiliskipulagstillögu Bjargshverfis. Á þessu nýja svæði er gert ráð fyrir 100 íbúðum, blöndu af einbýlishúsum og rað- og parhúsum. Stefnt er að því að auglýsa fyrstu lóðurnar í haust og það verður spennandi að sjá hvort eftirspurn verður eftir lóðum á þessu nýja framtíðarsvæði. Þann 27. maí tók ég og sveitarstjóri þátt í aðalfundi samtaka orkusveitarfélaga sem haldið var í Reykjanesbæ. Þar voru meðal annars til umræðu drög af frumvarpi sem byggir á tillögum starfshóps skattlagningu vegna orkuvinnslu. Starfshópnum var meðal annars falið að greina hvernig ávinningur af auðlindanýtingu og þar með talið orkuframleiðslu geti skilað sér betur til nærsamfélagsins. Rangárþing Eitra mun skila sinni umsögn þessi áform áður en frestur í liðin. Þetta er vonandi það helsta sem hefur verið í gangi undanförnum viku þó ótal fundir og fleiri mál sé í gangi sem ekki er hægt að fara yfir í stuttu minnisblaði. Svona hljóðar þetta. Eins og ég sagði áðan þá er alltaf svolítið matsatriði þegar verið að taka saman svona milli funda hvað á að komast á blað og hvað ekki en vonandi þetta gefur svona einhverja smá mynd af því sem er í gangi hjá okkur. Herðu, þá förum við í lið 2 sem er fundaráætlun vegna 25 er þess að sumarleyfi sveitarstjórnar og það er verið að leggja fram tillögu að byggðaráði verði veitt fullnaðar umboð til afgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar og það er reiknað með því að það verði frá 12. júní frá með þessu fundi hér og þar til 12. ágúst að fullskipuð sveitarstjórn kemur saman á ný. Ykkur sem vilja taka til máls. Samþykkt, það veist ekki að merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við í lið 3 sem er byggingafulltrúi, ráðning þar sem að liggja fram í drög að starfslýsingu byggingafulltrúa og skipulagsfulltrúa og einnig liggur fram í tilboð sem að var kallað eftir í ráðningarferli byggingafulltrúa og það er tillögum að ganga til samninga við ráðningarfyrirtæki í Mögnum. Það kom upp smá hugmynd varðandi þetta mál núna bara alveg rétt fyrir fund, þannig að ég ætla að óska eftir því að við munum gera bara stutt fundarhlé, vonandi ekki langt, bara núna, takk.
Í lið 3 sem ráðning byggingafulltrúa og við tókum stutt fundarhlé og í framhaldi af umræðum í fundarhlíðan og þá ætla ég að leggja til að afgreiðslu málsins sé frestað og ég held að sé óhætt að bóka að því sé frestað til næsta fundar byggðarráðs. Geta samþykkt það, mislega ekki merki. Það samþykkt. Þá er lið 4 sem lánasjóður sveitarfélaga, það framkvæmdalán, þar sem sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykkir að taka lán hjá lánasjóður sveitarfélaga höfuðstól alltaf 200 milljónir með loka gjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lána samningi sem liggja fyrir á hundinum sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Sveitarstjórn samþykkir að til tryggingar láninu standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Nánar tiltekið í útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins og jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til nýframkvæmda við grunnskólan á Hellu sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Jafnframt Jóni G. Valgeirssyni sveitarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins að undirrita lánssamning við lánasjóð sveitarfélaga, samanber framangreint, sem og til þess að móttaka og undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með tali beiðni útborgun láns. Ég ætla ekki orðið laust með þessa lántöku, geta sætt sig við hana, vissulega gefa merki, hún samþykkt samhljóða. Það er lið 5 sem ályktanir aðalfundar íþróttafélagsins Garps, þar sem lagðar fram ályktanir aðalfundar Garps varðandi aðbúnað, umgengni og mannahald í tengslu við æfingar hjá félaginu í íþróttahúsinu á Laugalandi. Og ég ætla ekki orðið lust. Það kveður sér engin hljóðs, þannig að ég ger ráð fyrir allir séu búin að kynna sér þessar vangaveltur þeirra hjá Garpi og ég ætla að leggja til að sveitarstjóra verði falið ásamt forstöðumanni íþróttamannvirkja og íþrótta- og fjölmenningarfulltrúa funda með fulltrúar stjórnar Garps ásamt fulltrúum Ásarhrepps varðandi þessar ályktanir þeirra. Sem geta samþykkt það vissulega gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 6 sem ósk leigu úr landi Hábæs 2, að sem lögð fram beiðni Veroníku Eberl að leigja tún í Þykkabænum úr Hábæ 2A, landnúmer 191441 til skammtíma leigu sumarið 2025 sem beitihól fyrir það bil 6 hross. Og það kemur nú ekki fram hvað þetta er stórt land en þetta er 1 hektari. En ykkur sem vilja taka til máls undir þessum lið. En það er til að maður samþykkja beiðnina og leigu verði tekið mið að verðskrá lands og skóga. Enginn vill segja neitt þetta, þannig að ég ber þetta upp þess að geta samþykkt þetta. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það hérna liður 7, leyfisumsókn rallaksturskeppni. Það er lögð fram beiðni frá Bifreiða íþróttaklúbbi Reykjavíkur varðandi akstursíþróttakeppnina Vor Rall 2025 sem fer fram 20. júní. Lagt til að sveitarfélagi heimili fyrir sitt leit að keppni fari fram á vegum sem tilgreindir eru í umsókn innan sveitarfélagsins þann 20. júní. Ég veit ekki hvort ég eitthvað að lesa þetta upp, þetta er eiginlega, og ekkert eiginlega, þetta er bara sömu skilyrði og við höfum lagt fram, en ég ætla ekki vorðilust. Gjörðu svo lengur.
Já, oddviti sjálfur sem bara nú lítið annað held ég en að samþykkja þetta eins og við erum að leggja til hérna. Eina sem bara ég hefði viljað nefna en mögulega hefur ekki verið tími í það. Það hefur náttúrulega ekki verið kostur að svona umsóknir fari fyrir umhverfisnefndina. Hún getur haft skoðanir að þeim. En mér sýndist hérna mögulega var bara ekki tími til þess en það hefði allavega verið og væri kostur auðvitað að hún fengi að fjalla svona beinir af því þetta getur haft töluvert umhverfisáhrif. Takk fyrir það, Ingvar. Ég tek undir þetta og það er ágætt að koma fram að sveitarstjóri hafði samband við þau þegar erindi kom og benti þeim á að þetta væri allt og seint fram komið og en svona gerist. Það kom bara allt og seint og þess vegna vannst ekki tími til þess að leggja þetta fyrir nefndina en það hefði verið besta málsmeðferðin og við höfum, ég held að það hafi verið með þeim hætti í fyrra. En þetta bara kom svo seint að það er ekki að ræða annað en að taka þetta hérna inn. Þannig að það er svo. Eru fleiri sem vilja að taka þetta máls? Þessi geta sagði þetta vissulega gefa merki. Það er samþykkt, samhljóða. Og þá er liður 8 sem framlög til úrbóta í aðgengismálum. Það eru lagðar fram upplýsingar frá Bergrísanum möguleika þess að sækja framlög í jöfnunarsjóð sveitarfélaga vegna framlaga ríkisins til úrbóta í aðgengismálu fatlaðs fólks. Og orðið laust en ef enginn vill leggja orðið í belga þá tillaga að vísa málunum til umfjöllunar í framkvæmda og eignarnefnd sem að funda núna 23. júní. Þetta sagði Davíð. Það er samþykkt samhljóða. Þá það liður 9 sem er tillaga fulltrúa D-lista að ráðast í úttekt á úttektum á byggingastígi húsa og fleira. Viljið ekki Ingvar fylgja því úr hlaði? Já, oddviti. Hér tillaga frá fulltrúum D-lista sem að ég ætla bara að byrja á því að lesa tillöguna. Hún svo hljóðandi: fulltrúar D-lista leggja til að ráðist verði í átakið fyrsta við úttektir á byggingastígi húsa í sveitarfélaginu og embætti skipulags- og byggingafulltrúa verði falið annast átakið í samráði við skipulags- og umferðarnefnd og átakinu verði lokið í ágúst og skýrslu skilað árangur og stöðu mála í september. Og þá lagt til að byggðarráði verði falið að yfirfara sektarheimildir ef byggingar ekki rétt skráðar og ólöglega byggðar. Og það fylgir hérna greinargerð með og það auðvitað ljóst að þeim sem byggja hús að þeim ber auðvitað uppfæra byggingastigið eftir framvindu og ber að greiða fasteignaskatt eins og við öll þekkjum að þessum fasteignum. Við höfum áður ráðist í svona úttektir og það hefur skilað árangri og það hafa fleiri sveitarfélög gert þetta og það hefur skilað þeim árangri að í ljós hefur komið ofta að hús eru enn skráð á byggingarstigi en ætti raunin að vera bara skráð sem fullbúnar fasteignir og þar af leiðandi ættu þau að vera inn í álagningarstofni fasteignaskatts. Við auðvitað vitum ekki fyrir fram hvað ber úr býtum í þessu en það gríðarlega mikið af framkvæmdum í sveitarfélaginu. Við sjáum það í gegnum skipulags- og byggingarnefndina og það alltaf ákveðin hætta á því að menn annarkot gleymi þessu eða dragi þetta. Ég ætla ekki að fara að tala út það hverjar ástæður manna eru en það allavega hefur verið þannig að það hefur of oft komið upp. Get bara hér heldur líka annar staðar að menn eru ekki að skrá þetta rétt og þá auðvitað mikilvægt að skoða hvaða heimildir, ekki einungis að láta skrá fasteignina heldur að skoða líka hvaða heimildir eru til sekta í slíkum tilfellum af því að það mögulega væri það ákveðin svipa á menn ef að það væri bara viðurlög við því og þau væru nú bara kannski svolítið hörð að menn væri ekki að skrá þetta rétt og fara eftir lögum. Eins að þá geti þetta mögulega skipt máli fyrir sveitarsjóð til lengri tíma litið að fá þessar tekjur inn og þetta þarf ekkert endilega að vera svo flókin vinna. Það hægt að nota við samanburð á loftmyndum sem dæmi. Það getur ýmislegt komið út úr því
og það gæti komið út úr svona átaki mögulega ólöglegar byggingar sem hafa verið byggðar bara hreinlega í leyfisleysi og það nú mjög auðvelt að glöggva sig á því á loftmyndum ef að hús allt í einu komin á staði þar sem ekki eiga að vera hús. Og síðan auðvitað skiptir máli í þessu að ekki síst ef að hús eru ólöglega byggð eins og ég var að koma inn á og eru bara hreinlega ekki á neinu skipulagi eða skipulagi ekki komið í gegn og húsin eru komin, að þá þarf auðvitað að skoða hvaða heimildir við höfum til að leggja hreinlega sektir að okkar mati á slík mál, þannig að það sé að minnstakosti þannig að menn vilji frekar fara hérna hefbundnu og formlegu löglegu leið en ekki. Og við nefnum hann í greinargerðinni að það gæti verið kostur að ráða hann inn einhvern verktaka eða sumarstarfsmann til að sinna þessu, þar sem það nú mikið að gera hjá embættinu. En við teljum að það sé alveg komin tími núna að fara að huga aðeins að þessu. Við höfum ekki farið í svona átak lengi og vonandi, skrítið að segja það, vonandi ber þetta bara engan árangur og allir eru að fara löglega en ef það er ekki þá er það auðvitað ekki gott gagnvart afspöld sveitarfélagsins að við séum ekki búin að vera að sinna eftirlitinu nógu vel og við getum mögulega bætt fyrir það hér. Takk fyrir það, Ingvar. Er einhverjir sem að vilja bæta við þetta eitthvað? En ég tek undir flest af því sem að kom fram í máli Ingvars hérna áðan, en vil nú samt segja að þó að komu auðvitað ekkert fram í fyrirspurninni þeirra eða í máli Ingvars vantraust á hendur starfsmönnum embættisins, að þá auðvitað treystum að því að þetta sé í þokkalegu lagi, en það er auðvitað þannig með þetta að við megum aldrei sofna á verðinu með þetta og það er alveg ástæða til að skoða þetta, ég tek undir það. Og það er líka svona, ég fór nú bara að hugsa það í gærkvöldi líka, kannski í framhaldi af þessari fyrirspurn. Það er til dæmis varðandi gáma sem eru hér mjög víða. Fyrir því þarf leyfi til dæmis, stöðuleyfi, og þetta er alveg svakaleg vinna að taka þetta saman og við erum sem sagt bara sammála því að ráðast í þetta verkefni, en við erum ekki sammála í tímalínunni sem að gefa niður tillögunni. Við viljum leggja til að ég vil bara lesa upp ég lít á þetta að sem að afgreiðslun okkar að við séum að leggja fram breytingatillögu við tillögu ykkar, og hún hljóðar svona: fulltrúar álykta að taka undir nauðsyn þess að þessi mál verði skoðuð, en tímarammin er á knappur sem fulltrúar dýlist að gefa sér til verksins. Undirrituð leggja til að farið verði í átak þegar nýr byggingafulltrúi kemur til starfa og átakinu verði lokið í byrjun næsta árs. Og þetta er okkar tillaga við ykkar fyrirspurn. Gjörðu svo, Ingvar. Já, oddviti, ég vil fyrst að byrja á því að bera af mér sakir, ef þetta voru sakir, að ég var ekki að lýsa vantrausti á einni neinn og það hefur aldrei komið upp í þeirri umræðu þegar við höfum áður ráðist í átök af þessu tagi sem ég held að hafi verið að minnstakosti tvisvar frá því að þetta sveitarfélag var stofnað, að það hafi snúist um átök, snúist um ávirðingar eitthvað vantraust á embætti skipulags- og byggingafulltrúa, og það kemur einmitt fram í greinargerðinni að við erum að leggja til að bæta þar við þá aukastarfsmann í tímabundið sem hugmynd fremur en hitt, að því við vitum að það er mikið að gera hjá embættinu. Varðandi breytingatillögu álistans, að þá myndi ég vilja koma með tillögum að fresta afgreiðslu málsins fram á næsta byggðarráðsfundi, af því að það er ekki búið að taka formlega ákvörðun ráðningu á byggingafulltrúa, og það er þó eðlilegt að það hangi bara saman, að málið, það sé ekki búið að fela einhverjum sem ekki er komin til starfa og ekki búið að ákveða ráða verkefni, þannig að ég held að það væri eðlilegri stjórnsýsla að fresta málinu bara til næsta fundar. Takk fyrir það, Ingvar.
Sko, ég nú ekki orðin svo gamall, ég man ekki hvað ég segi, sko. Ég tók að sérstaklega fram að það hefði ekki komið fram í máli þínu áðan vantraust á starfsfólk sveitarfélagsins. Þannig að það sé bara áréttað. Ég tók að sérstaklega fram. En ég er sammála því. Við skulum fresta afgreiðslunni og taka þetta fyrir inn í byggðarráð og þá verður farið að skýrast kannski fleiri hlutir í kringum þetta og kannski þurfum að bæta við þetta eins og ég var að nefna, varðandi til dæmis gámana. Það er sóknarfæri fyrir sveitarfélagi hvað þá varðar, það er alveg klárt. En þannig að ég ætla að leggja til að þessu mál verður frestað til næsta funda byggðarráðs. Þessi geta samþykkt það er samþykkt. Þá er hér liður 10 sem er einnig tillaga frá fulltrúum D-lista og ég ger ráð fyrir að þau vilja fylgja henni úr hlaði. Gjörðu svo vel. Já, oddviti fundamenn. Tillaga fulltrúa D-lista, hún snýst að óska eftir fundi með fulltrúum Vegagerðar og ég les hana hér. Fulltrúa D-lista leggja til að fulltrúa Vegagerðar verði fengnur á fund með sveitarstjórn eigi síðar en í ágúst. Á fundunum verði farið yfir yfirstandandi og fyrirhugaðar vegaframkvæmdir í sveitarfélaginu og ræddar áherslur sveitarstjórnar í samgöngumálum innan sveitarfélagsins til næstu ára. Nú það fylgir þess ekki greinargerð en ég held að sé öllum ljóst að það er ákaflega mikilvægt að hafa góð samskipti við Vegagerðina. Það eru sameiginlegir hagsmunir bæði Vegagerðar og sveitarfélagsins að halda samgöngum greiðum og góðum og það eru auðvitað viðurkennt að bara á landinu í heild hvílir heilmikil innviðaskuld í þessum málaflokki. Það eru margir sem að sækja á og þess vegna ekki síst mikilvægt að við bara minnum stöðugt á okkur og ég endurtek mikilvægt að hafa góð samskipti við þessa ríkisstofnun. Takk fyrir það, Eydís. Þetta er bara fínasta tillaga. Ég kannski upplýsa það að það er svona tiltölulega nýtilkomið reglulegur hittingur forsvarsmanna Vegagerðarinnar og skipulagsfulltrúa og þetta við höfum nú verið að funda með Vegagerðinni núna í vetur og vor út af alls konar málum en það breytir ekki því að ég ætla bara að leggja til að sveitarstjóra verði falið að finna fundatíma og allt í góðu með það. Þannig að afgreiðslan raun og veru væri þá sú að sveitarstjóra sé falið að finna fundatíma, þessi geta samþykkt það eins og að gefa merki. Það er samþykkt. Þá er það liður 11 sem er líka tillaga frá fulltrúum D-lista vegna framkvæmda við nýjan leikskóla á Hellu. Gjörðu svo vel, Björk. Þakka fyrir oddviti. Við erum með tillögu vegna framkvæmda við nýjan leikskóla Hellu. Þetta er svona tillaga til þess að reyna að þoka framkvæmdunum áfram inn í veturinn. Og ég les tillöguna fyrst hér upp. Fulltrúar D-lista leggja til að byggðarráði verði falið í samráði við framkvæmda og eignarnefnd að undirbúa viðauka við fjárhagsáætlun sem miði að því að hægt verði að bjóða út framkvæmdir við grunn á nýjum leikskóla nú þegar í haust. Þá verði jafnframt unnið að því að útboði forsteyptar einingar fyrir leikskólan fari fram í haust til að komast sem fyrst að í röðinu og tefja ekki framkvæmdir að óþörfu. Við ræddum það auðvitað í fjárhagsáætlun gerð síðast að við myndum þá gera viðauka ef okkur sýndist sem svo að við kæmumst fyrir áfram með þetta en einungis í jarðvinnuna og nú erum við komin vel inn í árið og þess vegna leggjum þetta til. Það kemur hér fram í greinargerð að það hefur verið rætt það að það geti hentað betur að klára grunninn í haust fremur en bíða fram á vetur og þar getur veðurfari spila inn í og annað slíkt og með því að koma honum upp þá væri hægt að flýta verulega því sem eftir kemur
og einfalda að koma forstefnum einingum fyrir þegar aðstæðurnar leyfa í vetur. Og með lækkandi verðbólgu getur verið ljóst að aukin eftirspurn verði eftir þessari steypu og mannafla í byggingarinnar, og það eru auðvitað mikla framkvæmdir að fara í gang hér á okkar svæði eins og við þekkjum. Og það því til mikils að vinna að tryggja áfram sömu eða sambærileg verð og hingað til hefur verið við uppbyggingu framkvæmda við skólahúsnað Hellu og ætti að spara sveitarfélaginu til lengri tíma. Og þá jafnframt ljóst að samhliða aukin eftirspurn verður lengri bið eftir forstefnum einingum, enda ekki margir aðilar í landinu sem bjóða upp á slíka þjónustu. Þannig að því fyrr sem útboð fer fram, því tryggar að einingarna verði tilbúnar þegar þörf verður á afhendingu og kalla þessar breytingar á viðauka fjárhagsáætlun og mikilvægt að hefja undirbúningu honum sem fyrst. Takk fyrir það, Björg. Já, þetta líka ágætis tillaga og þetta ekkert sem bannar að gera viðauka, en hins vegar hef ég bara áhyggjur af því að við bara náum að vinna þetta. Það er meira það sem ég hef áhyggjur af. Þannig að ég ætla nú bara, ef það ekki einhverjir fleiri sem að vilja taka til máls, þá ætla ég að leggja til að við myndum vísa þessari tillögu inn í framkvæmda- og eignarnefnd, þar sem að forstöðumaðurinn okkar, Tómas Haukur, auðvitað á þeim fundi og hann hefur umsjón með þessum framkvæmdum og einfallega að fara yfir með honum hvort að þetta sé hægt, bara framkvæmdalega séð að gera þetta. Ef að það þá sé ég ekkert að því að við flýtum. En ég legg til að á þess að ég ætla að fara hér á þessum fundi að ákveða niðurstöðu sem verður á fundi framkvæmda- og eignarnefndar, að þá vísa tillögunni þangað inn til frekari útfærslu. Allir sem geta sætt sig við það, vinsamlega gefa merki. Samhliða. Þá erum við í lið 12 sem eru fyrirspurnir fulltrúar D-lista. Fyrirspurn eða tillaga, þetta ekki tillaga? Þú nú halda það frekar kannski, en það breytir ekki öllu. Gerðu svo vel, Ingvar. Já, oddviti, það er matsatriði, það er verið að óska eftir svörum við ákveðnum upplýsingum og þannig að við allavega lítum svo að þetta væri fyrirspurn, en við erum semst að óska eftir því hér að tekið verið saman yfirliti við námur í sveitarfélaginu, hverja þeirra séu með starfsleyfi og áætlað ónota magn efnis í þeim. Það liggur auðvitað fyrir hverjar eru með starfsleyfi og þá væntanlega líka hvað ónota magn í þeim, þannig að það er sjálfsög bara upplýsingar sem þarf að grafa upp. Og skilgreint verið sérstaklega hvaða námur eru opnar í tengslu við virkjanir, áætlað magn í þeim og eins verið listaðar upp aðra námur ef einhverjar eru og við erum áskapti því að þessu verið skilað til sveitarstjórnar í ágúst. Það er ekki greinagerð en við höfum auðvitað tekið eftir því sem hér sitjum að námur hafa verið mjög mikið til umfjöllunar undanfarna mánuði og kannski eðlilegt í tengslu við virkjanaframkvæmdir. Það er auðvitað gríðarlega mikið magn efnis sem þarf í þær og við erum með eina námu á fundinum á þessum fundi síðar í dag og það maður er nánast búin að missa yfirlit yfir það hvar þessar námur allar eru. Það er auðvitað mikilvægt að maður einhvern veginn að það sé haldið þannig utan við sem máli að manni líði eins og við svona áttum okkur á því hvernig við erum að stýra þessu og það væri mjög upplýsandi held ég og gagnlegt fyrir okkur að hafa yfirlit yfir þessa hluti. Það er auðvitað mikil ábyrgð í þessu að opna og loka námum og einmitt að stýra því hvar efnið er tekið og kannski þá að reyna, ég ætlum ekki að kalla þetta villta vestri því að ég held að sé alveg full þörf á mörgu af þessu sko en það er svona orðið daldið þannig að manni finnst maður ekki alveg kannski vera með endilega yfirlit yfir þetta og það væri mjög upplýsandi að átta sig á því hvernig staðan er, hvað er mikið ónota magn og tryggja það þá að einnig að það séu starfsleyfi og það sé allt rétt þar sem að námurnar eru því að
Já, ég ætla ekki að fara dýpra inn í það, en ég held að það gæti verið gagnlegt og ætti ekki að vera tímafrekt þessar upplýsingar eiga nú nokkurn veginn að liggja fyrir. Takk fyrir það, Ingvar. Ég er sammála öllu því sem þú sagði nema þessu sem þú sagði síðast. Það sé ekki tímafrekt að taka þetta saman. Ég held einmitt að það sé tímafrekt að taka þetta saman. Því ég held að námurnar í sveitarfélaginu séu á annað 100. Og þetta er hellingsvinna að taka þetta saman og nú erum við að detta inn í sumarfrí og annað og nú er komið fram í miðjan júní og það er algjörlega útilokað að sé að taka þetta saman og skila því í ágúst. Það er þannig. Það er mitt mat. En það breytir ekki því að það er mjög, tillagan eða fyrirspurnin er mjög góð og á fullan rétt á sér og við skulum láta vinna þetta en við skulum tegja á því að skila því af sér fyrir henni. Við skulum lengja þann tíma, við skulum ekki bóka að það liggi fyrir hér í ágúst, það er algjörlega óraunhæft. Þannig að ég ætla bara að leggja fram tillögum og við samþykjum þessa tillögu ykkar en breytum tímaramanum og lengjum þetta bara fram í byrjun næsta árs, bara byrjun janúar. Þá höfum við bara haustið í þetta er hellingsvinna, meiri vinna en menn halda að taka þetta saman. Og kannski námur sem við vitum ekki og alls konar. Þannig að ég ætla að leggja það til að við getum svo sem, við þurfum ekki nauðsynlega held ég að leggja fram einhverja sérstaklega breytingatillögu heldur bara komast að samkomulagi við ykkur sem leggi þetta fram að bara samþykja þetta frá ykkur en breyta orðalaginu í að lengja tímaramann. Þetta snýst það. Gjörðu svo lengur. Já, þetta veit ég, sko stóra málið nú kannski ekki akkurat hvenær þetta kemur fram, hvort það sé ágúst eða september og október. Ég held að sé nú ekki athuga sem gerði það þó að þetta komi bara fram og þetta sé unni hratt og að það sé ekki verið að draga það. Mér er kannski svolítið óþarfið þá að setja það í janúar, ég myndi þá bara frekar vilja að þetta komi fram bara sem fyrst og ef það verður í október þá verður það í október og ef það verður í nóvember þá verður það í nóvember en stóra málið er að við náum þessum upplýsingum saman. Takk fyrir það, Ingvar. Þá bara verður ekki neinn breyting á þessar fyrirspurn önnur en svo að það verði bara í stað þess að það sé óskað eftir þessum niðurstöðum í ágúst og þá verði komið þar sem fyrst. Allir sátt við það? Samþykkt samhljóða. Þá erum við í lið, það er annar liður í raun og veru undir, það er liður B undir lið 12. Gjörðu svo vel, Ingvar. Já, þetta veit ég, hér er fyrirspurn önnur frá fulltrúum D-lista. Það sem við erum óskað til því að tekið verið saman yfirliti við launkjöruna fulltrúa fyrstu 3 ár sveitarfélagsins og yfirliti verði sundurliðað eftir kjörnum fulltrúum, broti niður á nefndir og eftir atvikum fundi og þá verði tilteknar akstursgreiðslur og önnur laun ef þær er að ræða, svo sem dagpeninga og yfirliti verði lagt fram í sveitarstjórn og eigi síðar þá en í ágúst og ég veit ekki hvað þetta segi við því en hérna er bara mál sem væri upplýsandi bæði fyrir íbúa. Ég held að við sem hér erum að fá þessar launagreiðslur þekkjum nú nokkurn veginn hvernig starfskjörin okkar eru en það getur verið ágætt að bæði að taka þetta saman eins og að vera að horfa inn í framtíðina og svona sjá þessa þróun sem hefur átt sér stað á þessu markaði, hvernig við stöndum gagnvart öðrum og við erum auðvitað íbúarnir eru auðvitað að greiða okkur þessi laun þannig ég held að sé ágætt að þetta sé bara liggi upp á borðum, þetta hefur áður verið gert og engin ástæða umfram það að það er bara upplýsandi að þessar upplýsingar liggi fyrir. Ég hef í sjálfsög ekkert meira þessa tillögu að segja. Ef að oddviti telur að þetta sé ekki hægt í ágúst þá myndi ég nú ekki gera athugasemd þó að verði í september sko. Takk fyrir það, Ingvar. Þetta er nei, ég hef engar athugasemdir við það.
Ég held að þetta er alveg að hafast í hérna fyrir ágústfundin. Þetta líkur nú allt þokkarlega hérna ljóst fyrir. Þannig að þetta er kannski líka áhöldum það hvort að þetta er fyrirspurn eða tillaga. Það kannski breytir ekki öllu máli en fyrirspurn, þannig að ég legg til bara að sveitarstjóra verði falið að finna út úr þessu og leggja fyrir sveitarstjórnarfund í ágúst, þess að geta sagt þetta. Samþykkt. Jæja, þá erum við komin í fundargerð byggðarráðs og þar eru 2 mál sem við þurfum að taka út og byrjum á því að taka þau til afgreiðslu og svo fundargerðin í heild sinni. Og það er það hérna fyrst, það er hérna íþróttavöllurinn. Það er sem sagt var lagt fram minnisblað og mat og tilboðum frá VFSO varðandi útboð og gervigrassi og knattspyrnuvöll á Hellu. Og það var lagt til að velja lausn 2 sem er 40-50 mm gervigrass með fjaðurlagi og semja við lagsbjóðanda sem er Leiters að fjárhæð 87.377.000. Tilboði rúmast innan kostnaðaráætlunar og jafnframt er sveitarstjóra falið að undirrita samning við lagsbjóðanda. Og það er hér lagt til að samþykkja niðurstöðu byggðarráðs og kannski aðeins til upplýsinga varðandi þessa lausn sem að byggðarráð sem sagt valdi er að það voru nokkur valmöguleikar í boði og þetta var valið með tilliti kannski til þess að þetta er hefðbundið gervigras sem hefur verið notað hér á landi lengi auk þess sem KFR voru búnir að fjalla þessa lausn á gervigrassi og voru sátt við að fara þessa leið, þannig að byggðarráð taldi það einboðið að semja þessa típu og svo verðum við bara að vona að allt gangi eftir og völlunum verði komin á sinn stað á réttum tíma. Ég ætla ekki vorði laust. Þessi geta samþykkt þessa, takk, samþykkt samhljóða. Þá er hérna líka viðbygging við grunnskólann á Hellu, það er byggingarstjóri, það er lögð fram drög af viðaukasamning við þjónustusamning við TH Tómasson EHF vegna vinnu byggingarstjóra við stækkun grunnskólans á Hellu sem byggðar á leggur til að samþykkja viðaukasamningin og fela sveitarstjóra undirritan. Ekki vorið lust þetta. Þess geta samþykkt þetta vissulega gefa merki, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það fundargerð byggðarráðs að öðru leyti. Ekki vorið lust hana. Þess geta staðfest fundar á byggðarráðs að öðru leyti. Takk, hún er staðfest samhljóða. Þá erum við komin í lið 14 sem er skipulags- og umferðarnefnd. Liður 44, hérna fundu 44. Já, byggðarráð staðfesti þessa fundargerð. Já, þessi geta staðfest hana vissulega gefa merki, hún er staðfest. Þá er það liður 15 sem er skipulags- og umferðarnefnd, hérna fundur 45. Til upplýsinga kannski fyrir þá sem eru að hlusta er að þetta fer eftir því hvernig fundartími skipulags- og umferðarnefndar er, að því að byggðarráð hefur heimild til að staðfesta fundargerðirnar, að þá lendir þessi fundargerð eftir fundi byggðarráðs, þess vegna erum við með hana hérna en ekki hina lið fyrir lið. Það er Marteinstunga, landnúmer 165-127, landskipti undir vegsvæði. Þessi nefndi gerir ekki athugasemdir við áform með landskiptinu fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Þess geta samþykkt það vissulega gefa merki,
það er samþykkt. Það er Burstabrekka, það er landskipti undir vegsvæði. Það sem nefndi gerir ekki athugasemdir við áformum landskiptin er fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Það er samþykkt. Hægi, það er landskipti undir vegsvæði. Það sem nefndi gerir ekki athugasemdir við áformum landskiptin er fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Það er samþykkt. Það er Hægi Dælustöð, landskipti undir vegsvæði. Það sem nefndi gerir ekki athugasemdir við áformum landskiptin er fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Það er samþykkt samhljóða. Hægi Hallandi, landskipti undir vegsvæði. Nefndi gerir ekki athugasemdir við áformum landskiptin er fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Það er samþykkt. Það er Raftholt, það er landskipti undir vegsvæði. Sem nefndi gerir ekki athugasemdir við áformum landskiptin er fyrirhuguð heit og lóð og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Það er samþykkt. Grásteinsholt, það er eins bókun nefndarinnar. Og ég sé nú ekki ástæðu til þess að vera að lesa upp þessa sömu afgreiðslu nefndarinnar hér aftur og aftur. Sko. Þetta er Grásteinsholt, sem geta samþykkt Grásteinsholt, það er samþykkt. Og það er Lýtingsstaðir, það er nákvæmlega sama bókunefndarinnar, það er samþykkt líka. Og það er Hægi, og það er það sama, það er landskipti undir vegsvæði, þetta snýr að vegaframkvæmdum hérna upp í Holtum. Og það er Hægi Lóð og það er Hægi Hallandi, ég geta sagt þetta, það er samþykkt líka. Og svo er það Lýtingsstaðir, það er söma bókun, það er samþykkt. Og það er Hallstún, það er sama bókun, það er samþykkt. Það er Hellisholt, það er samþykkt. Og það er Hægi Beitiland, það er sama bókun, það er samþykkt. Já, þá held ég að við séum komið með það. Og þá er það liður 15.15 sem er gönguleið með fram ytri ranga og umferð hestamanna. Það sem nefndin vill árétta í aðalskipulagi fyrir Rangárþing ytra frá 2016 til 2028 er að ræða merkta gönguleið en ekki reiðileið. Nefndin leggur til að auki verði við merkingar þess efnis svo koma megi í veg fyrir árekstur gangandi fólks og hestamanna og lögðu fram hugmynda staðsetningu merkinga. Samt þetta, gera svo lengur. Já, og þetta ég bara samþekki þessa með það nefndarinnar. Ég vildi bara upplýsa að mér barst til eyrna að þessi leið sem hér ræðir, að hún sé merkt inn á reiðvegakorti Landssambands hestamannafélaga og það sé mögulega skýring á því af hverju hestamenn telja sig með að ríða þennan veg. Þannig ég held að væri ástæða til þess að láta leiðrétta það kort og hafa sambandi landssambandi til þess að þessir leið verði þá ekki þar inni sem reiðleið. Af því að ég held að misskilningurinn liggi að einhverju leyti í því að hestamenn sem nota það kort, að þeir sjá þar merkta leið, þeir eru kannski ekki að skoða aðalskipulega mikið. Og þannig að það er mín grunur, frekar en að þessi einhver einbeittur brotavilji að vera að nota göngustiga. En þetta er auðvitað ekki reiðvegur, þannig að það er eðlilegasta mál að fara þessa leið, en það gæti verið ástæða til þess að hafa sambandið landssambandi. Takk fyrir það, Ingvar. Ég velti nú kannski fyrir mér, sko hérna leggur lendi til að lögðu fram hugmynda staðsetningu merkinga og þá spyr maður sig hver á að gera það og í hvaða farveg fer það. Þannig að mér dettur nú bara í hug hvort að það sé góð hugmynd að vísa þessari niðurstöðu til framkvæmda og eignarnefndar til frekari útfærslu. Okay. En ég er nú bara að spá í sko, hvort það sé tryggt að þetta veri gert sko, því þetta er bara hugmynd sem lögðu fram á fundi nefndarinnar, þannig að þetta sé sett í farveg. Þetta er fyrir farveg, segir sveitarstjóri, við treystum því. Þessi geta samþykkt þetta, takk, samþykkt samhljóða. Liður 15 og 16, umferðamál, staða mála.
Þarna fór nefndin yfir mismunandi tegundir hraðahindrana í samræmi við leiðbeiningar frá Vegagerðinni. Nefndin leggur til að unnið verði yfirlit tegundir hraðahindrana og hvort viðkomandi hraðahindrun hendi tilrandi götu. Sem geta saman tafisleggjamerki, það samþykkt og það Lýtvík, það 6, það deiliskipulag að sem nefndin samþykkir að veita heimild í deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulags. Skipulagsnefnd samþykkir framlagðan tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Það samþykkt það samþykkt og þá að Hægi við Selfjall 2 óskum deiliskipulag. Það sem nefndi samþykkir að veita heimild til lóðareiganda að leggja fram tillögu að breytingum á deiliskipulagi á sinn kostnað. Nefndin gerir ekki athugasemdir við að lóðinu verði breytt í landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi sveitarfélagsins, enda eru fordæmi fyrir slíkri breytingu á aðliggjandi lóð innan sama svæðis. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Lýsing skal verið í kynningu frá og með 11. júní til og með 25. júní og kynnt í skipulagsgátt á heimasíðu sveitarfélagsins og í staðarblaði. Lýsingin skuli jafnframt kynnti þeirra lóðar hafa sem nýta sömu aðkomu frá Hagabraut. Sem geta samþykkt þetta. Það samþykkt. Þá það Giljanes deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemd í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga frá 2010. Þar sem breytingar voru gerðar á fyrirhugari aðkomu frá Hagabraut frá auglýstri tillögu, telur nefndin rétt að framlögð tillaga verði send til umsagna Vegagerðarinnar áður en af sendingu til skipulagsstofnunar verður. Það er samþykkt. Þá að Hallstún, það er landsbylda, deiliskipulag, þar sem nefndin leggur til að veitt verði heimild til deiliskipulagsgerðar. Nefndin telur að tillagan samræmi stefnu aðalskipulagsins og því sé ekki þörf á kynningu lýsingar. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga frá 2010. Sem geta samþykkt hana, hún er samþykkt. Þá er það Rangárflatir 4, 4b og 6 breyting á deiliskipulagi. Það sem nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytinga á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga frá 2010. Geta samþykkt það, það er samþykkt. Og þá er það Hallstún, það er breyting á deiliskipulagi. Þar sem nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir, nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkominna athugasemda í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði send til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Samþykkt það er samþykkt. Þá er það Heiði, það er deiliskipulag. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytinga á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Sem getur sagt þetta, það er samþykkt. Þá er að Galtalækja náma E57 óskum aukna heimild til efnistöku. Nefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi lýsingu og leggur til að hún verði send til umsagnar og kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga. Lýsing skal vera í kynningu frá og með 11. júní til og með 25. júní og kynnt í skipulagsgátt á heimasíðu sveitarfélagsins og í staðarblaði. Nefndin vill árétta að í samræmi við lög mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana nr. 111 frá 2021 eru framkvæmdirnar sem fyrirhuguð skipulagsbreyting mun taka til tilkynningarskyldar og þarf framkvæmda aðili því að senda fyrirspurn matskyldu til skipulagsstofnunar. Allir samþykkir því. Það er samþykkt. Þá er það
Sigöldugljúfur þar sem að að sveitarfélagi fekk styrk og framkvæmdasjóði í þetta verkefni. Þetta var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar og niðurstaða nefndarinnar var þessi: verkefni felur í sér að vinna frumdrög hönnunar, deiliskipulag og loka hönnun á öryggisinnviðum Sigöldugljúfur. Nefndin leggur til að efnisinntak umsóknarinnar verði notað til að fara í verðkönnun meðal að minnstakosti 3-4 af valinna arkitektastofa eða skipulagsráðgjafa. Samið þetta, það er samþykkt. Þá er að liður, síðasti liður þessa fundar, það er umsókn lóð, Sandalda 10, þar sem að nefndin hefur farið yfir umsókn aðila og tilur að hún uppfylli meginskilyrði samþykktra úthlutunar reglna til afgreiðslu. Nefndin samþykkir að lóðinni Sandalda 10 verði úthlutað til Baldurs Arnars Árnasonar til að byggja henni íbúðarhús í samræmi við gildandi deiliskipulagssvæðisins. Geta samþykkt það, það er samþykkt. Þá erum við komin hérna í fundargerðirnar. Kannski ómikið að taka þær allar, ég held að sé ekkert sem að þarf að afgreiða sérstaklega. Jú, við bara höfum þessa fundargerðir bara allar opnar til umræðu, gefum bara smá tíma ef einhverju vilja ræða einhver sérstök mál í þessu fundargerðum, en að öðru leyti eru þær lagðar fram hérna til kynningar. Já. Þá ætlum við að taka hérna lið 20 sem er ársreikningur héraðsnefndar Rangæinga og leggja hann fram hér til staðfestingar. Þessi geta staðfest hann sem leggja merki, hann er staðfestur, og ársreikningur Dvalarheimilisins Lundar geta staðfest hann við sem leggja merki, það er staðfest líka. Þá held ég að það sé ekki fleira í þessu sem að við þurfum formlega að staðfesta. Þannig að ef það er enginn sem vill taka til máls efni þessara fundargerða, þá fyrir nú bara að halla í lok þessa fundar hjá okkur og hérna. Og það sem eins og kom fram hérna upp að fundar, að þá er þetta síðasti fundur sveitarstjórnar fyrir sumarleyfið, þannig að ég óska ykkur bara alls hins besta í sumar, það sem eftir er á sumri, og hérna segi þessum fundi slítið.